hlynntur þeirri staðreynd. Það líklegast þetta óskilgreinda andrúmsloft sem áningargestir Staðaskála hafa sótt í á leið sinni norður í land. Og í minni æskuminningu rís þar hæst sem sól í heiði tíkallakassi Rauða krossins sem var niðri fyrir fram á klósettin. En nú eru þar nýrri og flottari kassar sem ég kann ekki á. Á stað var áningar- og afhendingarstaður landpóstanna og árið 1960 reistu bræðurnir Eiríkur og Magnús Gíslasinir skálan sem stendur þar í dag. Bára Guðmundsdóttir, ekkja Magnúsar, rekur skálan í dag ásamt Eiríki og hún segir að Hrútafjörður sé einn af öruggustu stöðum á landinu. Það er náttúrulega engar hættur hérna, það er ekki snjóflóð og það er lítið jarðskjálfta og engin gos. Besti vinur bak við fjöllin háu stendur á málverki af Magnúsi við hliðina á uppskrifuðu kvæði Þórarins. Vilborg, dóttir Magnúsar, með matseðil skálans í höndunum tæpum 38 árum seinna. Ég hérna með matseðilabókina yfir rétt dagsins. Og hvað í dag? Það eru fiskibollur og saltkjöt og lambakótelettur. Þær breytingar urðu nú síðustu áramót í Hrútafirði að símstöðin á Brú var flutt í Staðaskála. Steinunn Óskarsdóttir var síðasti stöðvastjórinn á Brú en jafnframt sá fyrsti hinum einn fjarðar. Hvað er þetta helst sem menn að fá sent með póstinum? Það er svona daglegu blöð og bréf og annað eins og allir aðrir. Stóri pakkar? Já, mjög stórir. Mjög stórir. Er eitthvað sem gullar í? Gefum við það nokkuð upp? Er það nokkuð? Nei. Og við grípum aftur niður í kvæði Þórarins. Sjoppan með kort og kalda drykki. Kokkurinn steikir pöntun númer 13. Svo kemur norðurleiðarútan rauða, rennur í hlaðið. Aðrir bílar fara. Nú má heyra ræstan dísildreka, dreifbílinu óþreytandi að sinna. Eggert bílstjóri hefur ekið norðurleiðarútunni í 30 ár og segist aka það bil 18.000 kílómetra á ársgrundvelli eins og það heitir hjá ríkisfyrirtækjum. Hann segir að farþegarnir séu mest upp til hópa gamalt fólk, börn og útlendingar og að hann hafi aldrei orðið alvarlega hræddur á þessum 30 árum. En hér í lokin smá umræður þjóðvegasalat. Einu sinni var mér tjáð að besta aðferðin til að búa til gott hrásalat væri sú að setja sínalkó út í það. Og því spyr ég, er sínalkó sett í hrásalatið í Staðaskála? Nei, ekki neitt. Það er líka hægt að framleiða sínalkó.